Husky sleðahundar eru mjög vinnusamir og duglegir og við hittum þjálfara þeirra inn í Kjarnaskógi og fengum að setjast á sleðan. Það stendur mikið til hjá ykkur Husky unnendum helgina. Segið okkur hvað verður að vera hérna á laugardaginn í Kjarnaskógi á Akureyri? Það er þessi sleðahundamót Ice Husky sem er árleg keppni alltaf haldin í janúar á vegum klúbbsins okkar Ice Husky og þetta er bara stórt mót þar sem að kemur fólk alls staðar á landinu að keppa með hundana sína á sleðum. Og hvað eigið þið von á mörgum að þessu sinni? Mér skilst að þessu 15 lið sem mæta sem held ég bara algjört met hjá okkur. Svo þetta farið stig vaxandi þessi þriðja árið okkar núna og keppnin alltaf vaxandi. Svo það er gleðilegt. Þetta er meira en að mæta bara í keppnina. Hvað þarf að gera í þessum undirbúningi fyrir hana? Það er bara ýmislegt. Það er alltaf að æfa og æfa þess meira og athuga hvort allt sé í lagi, sleðar og búnaður, bönd, heilsufarsbækur og fyrir þá sem eru að halda keppni þá þarf náttúrulega að hafa sambandi góða styrktaraðila og fá verðlaun og alls konar og þannig að þetta bara skotgengur, allt að vera klárt. Segðu mig til dæmis frá þínu liði. Þú ert náttúrulega ekki einn í því þó að þú keppir væntanlega. Nei, ég er með nokkra snillinga með mér og aldeilis fína hunda. Ég á 2 þeirra og svo fæ ég rest lánaða og það eru Siberian Husky hundar uppi staðar og svo er ég með einn þýskan ponter sem ég fengi lánaðan. Og þetta eru hundar sem ég fæ lánaða hjá vinum og vandamönnum að segja. Segðu mig, er ekki einhver munur á þessum tegundum í þessu efni? Jú, það er heilmikill munur á Siberian Husky hundi og ponterum til dæmis. Ponterin er miklu hraðari hundur og fer styttri vegalengdir og nær miklu hraða. Huskyn er aðeins hægari en hann er í raun og veru gerður til þess að fara langa vegalengdir og er frábær í löngum vegalengdum, 50-60 km til dæmis, eins og ég hef pröfað. Þá eru þeir frábærir. Þeir halda út. Ponterinn, hann klárar sig. Hann er rosalega duglegur, en hann klárar sig. Það er svona stærsti munurinn á þessum 2 tegundum. En hvernig hefur gengið á þér? Þú ætlar að láta það að keppni, er það ekki? Ég ætla að keppa líka, að sjálfsög. Alltaf að vera með. Alltaf að vera með. Segðu mig frá liðinu þínu. Ég ætla að vera með hundana mínu, ég á 3, ég ætla að keppa með 2 og annar er það Raki, Siberian Husky og Alaska Husky Tík. Þau eru bara vonandi þrælduleg. Og fyrirfram eru einhver lið mun sterkar en önnur? Já, grænlensku gaurarnir koma yfirlt og þeir koma að sjá og sigra sko. Þeir eru gríðarlega öflugir, þeir eru þjálfar allan ársins og ég býst að þeir vinni núna en við hinir ætlum heldur betur að láta að finna fyrir því sko. Við kíktum með kring með ykkur og það þarf að gera ýmislegt á hann lægtra stað. Já, þjálfurinn er eitthvað sem maður þarf að vinna í sko, en þetta eru mjög þægilegir hundar í allir umgengni samt sem áður og oft bara frábæri heimilishundar. Svo er þetta bara svona auka með. En þú féllst alveg fyrir hundunum. Hvað er langt síðan að þú bara fékkst þetta Husky æði og af hverju? Það eru 3 ár síðan ég fékk mér fyrsta hundinn og bara féll algjörlega fyrir tegundinni. Svo fekk ég mér annan og fyrst ég að koma með 2, þá gæti ég alveg sagt 3, þannig að ég er hætt núna. Já. Í bílið þá gæti ég hlutið til sveit. En þú ert búin að vera aðeins lengur í þessu? Ég er búin að vera aðeins lengur í þessu. Þetta er allt konan að kenna, hún vildi fá sér hund. Ég stóð alveg fastur á móti því. En lét hundan og svo urðu þeir 2 og síðan eiginlega bara heillaði þetta sportinu algjörlega. Ég bara sé eftir að hafa ekki byrjað og haft tækifæri á að byrja fyrir svona 20 árum síðan. Því að óneitanlega er aldurinn aðeins farin að telja hjá mér. Ég er hættur að fá mér koníak og kaffi ég kem heim eftir langa túra. Ég fæ mér bara bólgöðandi og treo. Það passar mér ágætlega sko. Svo að það er farið að telja dálítið sko. En gríðarlega skemmtilegt sport og það sem er kannski heillað mér mest er að þetta er liðsheild sem æfir og það eru allir jafn mikilvægir. Forystuhundarnir eru jafn mikilvægir og öftustu hundarnir og hundarnir í miðjunni.
og ég aftastur sem einhvers konar þjálfari og reyni að hvetja þá sem eru slappir í þennan daginn og svo öfugt og svo að þeir hugsa mig og ég hugsa það. Svo má ekki gleyma því að þetta sport sem að gerir ekkert upp á milli kynjana. Það ekki kallaða kvennaflokkar, hér bara keppa allir saman og þó að karlmenni séu kannski ofta mörguleiti sterkari en þá eru konur oft léttari sem líka kostur og þetta líka oft bara spurningu þol. Nákvæmlega. En ég fór að ferð með honum áðan og það eru alls konar skipanir sem verið að gefa eitthvað G og Thur, þá ég skildi nú ekki helmingina en ég bara sá að þetta virkaði. Er kerfi í þessu? Já, það er kerfi í þessu. Sumir nota íslensk orð en flesti sem eru svona eitthvað í þessu, þeir nota þessi G og H sem hægri og vinstri og ahead, bara áfram og wow sem því stoppa, þetta er svona og flestir allan í þess okkar hóp nota þessar sömu skipanir. Það var líka auðvelt að fá hundar lána okkur öðrum og allir þekkja sömu skipanir. Það er mjög gott. En ég sá að þeir voru hrifnastir af bíl heim. Já, ég nota það píltið þegar ég sérstaklega eins og ég var í morgun upp á Vaðlaheiði í 20 kílómetrum, þá á heimleinu þá vilt svona reyni að segja þetta bíl heim eða nammi bíl og svona þess að örfa á síðustu kílómetrum til að ná upp hraða og það virkar yfirleitt mjög vel eins og heyrðir. Mjög vel. En segðu mig frá helginni, hvað með fólk sem ekkert endilega er inn í þessu, getur nú verið hreint út sagt sjónrænt og gaman að koma kannski fylgjast með þessu, hvernig er skipulagið? Já, þetta byrjar allt saman upp á Hömrum á tjaldstæðinu, við fáum að vera þar í boði Tryggva og barnakeppnin byrjar klukkan 10, það eru 6 krakkar sem eru að keppa í barnakeppninni og það er hægt að koma og horfa á þar. Svo byrjar sjálf svona aðalkeppnin, þetta eru 3 fullorðinsflokkar og það byrjar klukkan 12 ræsingin. Það verður, við fáum að hafa húsi þannig að það er hægt að komast á salernisaðstöðu, fá sér kaffi og eitthvað með því, svona einhverja kekskökur og svo er bara hægt að, eins og segja, bara aðalega mest gaman kannski að horfa á þegar það er að ræsa og svolítið gaman þegar fólk er að koma í verk. Þannig að ég bið fólk að vera á varbergi sem er í skóginum, það getur mætt hundasleða á fullri ferð, bara þennan eina dagasessi sem að keppnin er og bara hvetja alla til að koma og horfa og hafa gaman af. Yndislegt, þá bara takk fyrir að taka á móti okkur og gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Þetta var hressandi. Við kveðjum að sinni en í næsta þætti setjum við ferðalög í fókus miðvikudaginn 3. desember.